Það Kristinn Óskarsson, Eggertur Hafsteins og Halldór Jensson. Og þá var við gestina Arnur Lús Sigurður Jónasson. Númer 3 einhver sem ekki lesið. Númer 7 Emil Einarsson. Númer 8 Ragnar Bragason. Númer 9 Halldór Hermansson. Númer 10 Magnús Þórðarsson. Númer 12 Tóbin Karperi. Númer 13 Davíð Ágústsson. Númer 21 Ólafur Jónsson. 23 Martin Jansson. Og þjálfarinn Einar Árni Jóhannsson. Þá við Tindastól. Númer 4 Hannes Ingi Másson. Númer 5 Finnbogi Gretnarsson. Númer 6 Hjörtur Kárason. Númer 7 Pétur Bryndisson. Númer 8 Helgi Freyr Fergesson. Númer 9 Björgvin Þór Ríkharðsson. Númer 11 Númer 10 Elvar Ingi Hjaltason. Númer 11 Þráinn Svar Gíslason. Númer 12 Viðar Ágústsson. Númer 13 Friðrik Þór Stefánsson. Númer 14 Helgi Rafn Ingólfsson. Númer 15 Antonio Heste og þjálfarinn Ísrael Martin. Góða kvöldið, góðir hálsar. Velkomnir hér að viðtækjunum sem að horfa á, fylgjast með Tindastól Þór frá Þorlákshöfn. Fjórði síðasti leikur Dómsdeildar karla körfuboltaveturinn 2016-2017. Úrslitakeppnin er rétt handað við hornið. Þá er vorið að koma. Uppáhaldstími ársins. Úrslitakeppnin getum ekki beðið. En við höfum að klára deildakeppnina. 4 leikir eftir eins og sagði. Það er Tindastóll Þór Þorlákshöfn
fer fram hérna Síkin og Sauðárkróki, Tindastóll á síðan eftir Grindavík á heimavelli og síðan Skallagrím og Hauka á útivelli. Þetta eru allt lið sem að Tindastóll hefur unnið það sem af er þessu leiktímabili. Nú, það eru góða fréttir úr herbúðum Þór Þorlákshafnar. Daði Arnar Ágústsson er kominn í búning sem er hérna gott fyrir þá og það er sama hjá Tindastólsmönnum að við erum án Chris Gerd og Svavar Atla Birgissonar. Það kom ekki að sök í síðasta leik en ætti ekkert að koma að sök í þessa leik, maður í mann stað og allt það. Það er hefðbundið byrjunarlið sýnist mér hjá Þór Þorlákshöfn, Tóbin Karperi nr. 12 og Ólafur Helgi Jónsson nr. 21, Ragnar Bragason nr. 8, Emil Karel nr. 7 og Maciej Baginski nr. 23. Tindastóll byrjar Pétur Rúnar Birgisson, Viðar Ágústsson, Björgvin Hafþór Ríkarsson, Helgi Rafn Viggósson, Antonio Hester. Gretar Ingi Erlendsson er ekki ennþá kominn í lið Þorlákshöfn en þetta er komið á stað. Hester vinnur uppkastið, Björgvin finnur Pétur og þeir fara beint inn á Hester. Sýnist mér Pétur fer bara fram hjá Maciej, finnur Helga. Þetta er auðvelt sniðskot fyrir Helga Rafn. Pétur gerði það eina rétta í sókninni og fór fram hjá manninu sínum sem pressaði hann stíft. Tóbin Karperi kemur upp með boltan. Einn af svona þrem bestu erlendu leikmönnum sem eru í deildinni á þessu tímabili. Það er 2 hjá Ragnar Erni Bragasyni og Villa og Björgvin Hafþór héldu utanum hann í skotinu, hárrétt. Þó hann hafi kannski ekki haft mikil áhrif á skotið og þetta var algjör óþarfi hjá Björgvini. Bauð upp á þessa villu. Það er end-one vítur hjá Ragnari sem er ekki onni og Bjöggi tekur bara frákastið. Allt eins og á að vera. Pétur hótar skotinu, Hester, þeir vilja tvöfalda Hester sig. Já, þá losnar þryggjastælínuna og Björgvin, BOOM! Beint onni! Antonio Hester er mjög góður sendingamæður af low post. Sér mennina vel í kringu sig. Tóbin Karperi er í strangri gæslu hjá Viðar Ágústssyni segi. Tóbin, þetta er rosalega flott skot, áheppinn hann Tóbin Karperi. Þetta er erfitt en einhvern veginn setur þetta onni. Viðar inn á Antonio. Núna tvöfaldar ekki og þá, Bjöggi fær aftur skot. Fær ekki onni, Helgi og Hester saman í baráttunni og þetta enda með að Þorlákshöfn á boltan. Nú Viðar Ólafur Helgi segi kemur upp boltan. Tóbin er ekkert að nenna að koma upp boltan sem engin óþarfi. Helgi eitthvað að reyna að fiska einhverja villu hana, engin villa, bara sterkt múv hjá Óla. Helgi Rafn ætla að gera sama. Nú fær hann villu á Emil Karel. Pétur finnur Helgi mjög erfiða sendingu á Antonio Hester, ætla að þræða nálarauga þannig í gegnum alla miðja vörnina. Ólafur fær villuna, flott villa hjá Pétri, gefur honum ekki færi á að skora. Það er aðalatrið þú ert að brjóta svona viljandi. En Ólafur Helgi er á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Staðan er 5-4. Fyrra skoti Ólafi er ofan í. Seinna vítið sömuleiðis.
Fín ferð á vítalínuna og Antonio Hester, hann ætlaði að tróða sér frábærlega vel gert hjá honum. Leggur hann lauflétt ofan í hana with the finger roll. Emil hótar skotinu, og blokkaður af Hester. Björki kemur hratt upp með Helga með sér en hann séð við honum. Viðar nær boltanum, Pétur finnur aftur Viðar. Hann er heitur, auðvitað! Ekki búinn að breytast frá því síðasta leik. Skoraði hann í síðasta leik, gerir það aftur núna. Tópin fer fram hjá Viðar og hann brýtur af sér. Brýtur af sér. Mist hann fram hjá sér hann. Gríðarlega fær sóknarmaður Tobin Carberry. Magic. Ragnar Bragason. Sem er ekki honni. Ragnar góð skýta. Bjöggi, hann fer alltaf leið. Erfitt, hann var bara að fara hann upp í sniðskoti. Helgi, hann ætlar að blokka þetta og gerir það. Heppinn er ekki villu Helgi hann. Þetta var bara illa gert hjá Ragnari. Hann átti að fara sterkar upp. Pétur finnur Björgvin. Helgi Rafn og Viðar. Óheppinn Viðar. Það er villa hann hefði haldið. Hann tók í hendina en þeir dæma Tindastóls bolta sem þetta rauninni var ekki Tindastóls bolti. Hester en svona málamiðlun. Pétur fer fram hjá Emil, alla leið, einfalt og gott. Fær villuna á Emil, fær villuna. Pétur á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Tindastólsmennir að byrja mjög aggressíft hérna. Spila fast. Þetta er önnur villan á Emil Karel. Það hlýtur að vera smá áhyggjuefni fyrir Einar Árna þjálfara Þór þar sem að þeir eru ansi grunnir í stóru stöðunni. Þar sem að Gretar Ingi Erlendsson er meiddur. Nú er lokað á Tópin svo hann geti ekki komið upp með boltan. Og þeir eru einhverju vandræðum með þetta. Þetta er Tindastóll að naga 7 sekúndur af sókninni. Bjöggi til varnar, Matsík flott stepback, óheppin að sending Jóni. Hester með frákastið, hann með Pétur á hægri hönd. Hann ætlar alltaf leið fara á Emil sem er með 2 villur. Var ekki nógu sterkt hjá Antonio Hester hann. Þá er Emil kominn flokkina hinum með Helga og fer í öfugansnúning, fer yfir hægri öxlina og hann er vinstri-handar skotmaður, þannig að hann fer í Helgi Viðar inn á Hester. Það er tvöfaldað villa á Óla Helga líklegast. Bakrinding segir Kitty Óskars. Ólar Helgi var eitthvað ósáttur að Kitty hefur verið að dæma hann. Pétur hótar skotinu í horninu. Far inn á Helga Rafn. Frábærlega gert hjá Helga og fá 3. villun á Emil Karel. Hann er bara að villa sig út úr leiknum, út úr fyrri hálfleiknum hérna. Halldór Garðar Hermannsson er að gera sig kláran til að koma inn á. Það er alveg 100% Emil Karel. Auðvitað, Pétur skoraði á sniðskotinu og er á leiðina á vítalínuna fyrir einu vítaskoti. Þetta getur ekki annað að vera riðla gameplaninu aðeins hjá Þorlákshamna búum. Pétur setur vítið, kemur þessu upp í nýjustu leik, 15-6. Halldór Garðar kemur hann upp með bolta. Halldór Garðar er einstaklega flinkur leikmaður með mörg vopn í vonabúrinu. Tópin, Viðar til varnar. Ólar Helgi hótar skotinu og bara stólinn Pétri. Pétur fer í erfitt skot, setur það ekki honni. Hefði mátt róa sig hann að Pétur. Pétur að stela honum aftur. Bjöggi finnur Pétur. Pétur finnur Bjögga.
leggur hún honni, 11 stiga leikur, Einar Árni, þjálfari Þór Þorlákshöfn, tekur leikhlé, ekki sáttur með sína menn. Hins vegar Tindastólsmenn kampakátir á sínum bekk. Hlutskipti þessara hins vegar þá hlutskipti þessara liða í síðasta leik þeirra fyrir sunnan í Þorlákshöfn. Þar endaði sá leikur með við var ekki það var þriggja stiga munur fyrir ekki. Það var frá Pétri kláraði hann leik. Þrist yfir minnir mig Halldór Garðar Hermannsson. Nú það var leikur sem var stórskemmtilegur frá upphafi til enda og ég hef enga trú á öðru heldur en þetta verði nákvæmlega sama skemmtunin, en það sjaldan Síki hefur sjaldan svikið. Þorlákshöfn á boltann við endalínu. Tindastóll að byrja með pressu, kom með eitthvað nýtt. Til að prófa eina pressu. Þetta eitthvað, þetta kemur hann inn. Halldór Garðar kemur upp með boltann, Pétur til varnar. Heppinn að skref ekki hann að Halldór Garðar. Ólafur Helgi, frábær vörn hjá Helga Rafn. Ólafur skrefar, hárrétt. Tók skrefið út fyrir, þá hefði hann mátt hann ekki hreyfa sig nema að dribbla. Og Helgi Freyr kemur inn á fyrir Helga Rafn. Helgi Freyr átti flottan leik síðast. Kannski ekki með bestu nýtinguna en hann var að setja þrista á svo krúsjál tímum. Það eitthvað voðalegt ráðaleysi í sókninni á Tindastól. Bjöggi finnur Helga Freyr, Helgi Freyr finnur Pétur. 5 sekúndur af Pétur verður að skjóta, þetta bara hárrétt. Var ekkert í gangi. Tópinn, hann fer alltaf leið og hann bara blokkaður. Hann hafði ekki séns að fara upp í körfuna þessi bolti og Ragnar Örn gerir eina það sem hann getur gert, það að blokka hann. Tópinn Karberi ekki sáttur, segir hann að það brotið á honum. Einar Árni styður sinn mann. Eggert Þór segir að þetta hafi bara verið bolti, ekkert annað. Það bónus, þannig að Pétur er leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Þór Þorláksson er búinn að brjóta á sér 5 sinnum og þá bónus alltaf þegar varnarvilla. Það að segja 2 skot fyrir ekki alltaf þegar varnarvilla. Fyrra víti á Pétur auðvitað voni, seinna víti sömu leiðis. Núna hafði Tóbin Karberi í boltanum þannig að honum finnst mjög gaman að dribbla. Það þarf ekki nema að horfa á svona 1-2 leiki með Þór Þorláksson til að sjá það. Ragnar hótar. Já, flott vörn hjá Pétur, hjálpaði Helga, en Helgi lokar á þristinn, hleypur honum á stað. Hann á góðan vin í Pétri sem að nú eitthvað vesen á riddaraborðinu, klukkan gekk eitthvað áfram. Þeir eru ekki viss hvað það mikið, sko. Sveinbrynjar, DJ húsins, með þetta allt á hreinu, segir að það sé 57. Kitty Óskar bætir betur og setur 58. Grettismenn mættir sem fyrr. Halda upp í gríðarlegri stemningu hérna. Pétur, Bjöggi, dræfar, finnur Viðar, Helgi fyrir galopin í horninu. Þetta alltaf honni, hann ekki. Leikir allar hringinn fyrir Jóni. Tóbin Karberi,
Hann er með Hester á sér, þetta er einfalt fyrir Tobin. En hann fær villu, hárrétt. Hann er með svo mikið hangtime hana. Hester sko hoppaði á eftir honum og lentur undan honum. Nú, það eru 2 skot. Tobin Carberry. Já, bæði honi hjá Tobin. Inn á Antonio Hester. Hann finnur Bjögga sem dræfar inn í tegin. Já, óheppinn Bjöggi hana. Það var flott dræfi. Tobin með Viðar til varnar. Og frábær vörn hjá Viðari. Það er ekkert... eina sem hann átti eftir að gera var blokkan. Þannig að sóknin hjá Tobin Carberry. Hann er svo mikið vopnabúr. Hester bakkar, finnur Helga Viðar í horninu, galopinn, way off. Þetta var airball. Býsna vísfjari, var ekki eina bolla sem sagði það. Skref, já, hárrétt á Maciek, hann bara keyrði á Helga. En dómarinn dæmir og Þorlákshöfn klúðraði þristinum. Pétur, Bjöggi og það er þristur. Ekki honni. Tindastóll ekki að hitt úr þessum þristum. Leið og er hitt úr þeim, þá er þessi... sýndist Þór verið svæðisvörn. Maciek galopinn, þetta er... þetta er svona 50% skot, ég er alveg viss um það, 50-60% skot. Og Ísrael Martins stoppar þetta í fæðingu. Búinn að sjá nóg tekur leikli. Nú... Já, Þór Þorláksson, þeir eru svona í baráttu þetta fræga 4. sæti. Gefur heimavallarrétt í fyrstu umferð úrslitakeppninnar. Þar eru í harðri baráttu aðalega þá við Grindavík sem er hérna í 4. sæti núna. En það er hart á hæla fast á hæla að Þórs og Grindavíkur koma Keflavík, Þór Akureyri og einhver ÍR, þetta er svo mikill pakki hana, Njarðvík. Þannig að það er nóg að vera í miðjunni á deildinni. Síðan eru við Tindastóllsmenn baráttunni í 1. sætið í topp 3 pakkanum ásamt KR og Stjörnunni. Það er KR með 1 sigur á Stjörnunni og Tindastól. Þar gæti orðið skemmtileg innbyrðis viðuregnar ef að liðin enda jöfn, þar sem að Tindastóll vann báðaleikinn móti Stjörnunni, Stjarnan vann báðaleikinn móti KR og KR vann báðaleikinn móti Tindastól. Þannig að það er skemmtilegt. En þetta er komið á stað, Pétur Hester rennur hann á skiltinu. Lægi með hann sýnist mér. Hannes finnur Pétur. Pétur reynar að finna Hester, finnur Hester. Hannes galopinn. Pétur líka galopinn. Setur hún í, það held ég. Pétur Rúnar Birgisson. Byrja hann að leik vel, komið 10 stig. Örugglega 2-3 stóðsningar, einhver fráköst. Halldór Garðar í horninu, setur ekki honni. Helgi að gleyma sér hann í stíg út. Halldór Garðar, Maciek aftur, sama stað, sama útkoma, þristur. Pétur kemur upp með boltan. Hester vill á boltan, fær boltan. Þeir beint í 200-una. Hannes þristur. Fer upp í klukkuna, það er hérna út af. Það fer í uppistöður körfunar og þá er það sjálfkrafa út af. Nú Tobin kemur upp með boltan. Maciek. Ólafur.
finnur Tóbin. Friðrik til varnar. Fær aðstoð frá Hester að gleyma sér hann í vörninni. Villa á Hannes líklegast. Kemur hann aftan frá, já, Hannes. Það ekki setna hún á Ragnari. Pétur. Já, fær villu á Óla Helga. Sækir þessa villu Pétur. Miklu sneggur á fótunum heldur Ólafur. Þetta mjög klókt hjá Pétri. Hann sækir þessi 2 víti sem hann fær og gefur Tindastóll möguleika á Tindastóll fær boltan aftur. Það er það mikið eftir af leikklukkunni í fyrsta leikhluta. Fyrra vítið var ekki onni hjá Pétri. Seinna vítið squish, eins og maður segir. Fín vörn hjá Tindastóll. Það er 5 sekúndur í innkastinu. Þór Þórðarson kemur boltanum ekki inn. Og hefur einungis 5 sekúndur til að koma boltanum í leik. Góð vörn hjá Tindastóll, gerði það verkum að þeir náðu því ekki. Hester las þetta vel. Hannes inn á Friðrik, nei út á Friðrik segi. Friðrik á Helga Frey. Helgi Frey reynir að finna Hester, finnur Hannes í horninu. Hannes að dansa hann á línunni. Dansar á línunni og endar með að henda boltan bara eitthvað út í loftið. Halldór Garðar finnur Ragnar í horninu. Halldór Garðar, Friðrik til varnar. Friðrik tekur villan á sig, en það er bónus, þannig að Halldór Garðar er að fara á línuna. 2 skot fyrir Halldór Garðar. 13 sekúndur eftir að leikklukkunni. Það er 1 sókn. Og seinna vítið Róni og Haldari. Hannes, Pétur, Martin kallaði hérna kerfi inn á þann með Pétur, hann er alltaf að fara að skjóta þessu, já. Og það er Pétur Rúnar Birgisson á klukkunni. 14 stig í fyrsta leikhluta, þarna eru að kannast við kauða. Búinn að spila frábærlega í fyrsta leikhluta. Stela boltanum, bara gera allt. Þetta kveikti aðeins í síkinu. Voru ekki að hatar engin flautuþrýst. Það er bara þannig. Dómarar þessa leiks eru Kristinn Óskarsson, aðaldómari. Með honum eru Eggert Þór Aðalsteinsson og Halldór Geir Jensson. Stutt og laggott leikhlutahlé hjá Einar Árna. Bara rétt að skerpa á einhverjum smá hlutum virðist vera. En bara gjörsamlega fór fram hjá mér að Ólafur Helgi fór út af fyrir Magnús Breka, nr. 10 hjá Þór Þorláksson. Rétt áðan. Það er Þorláksson á bolti. Ástæðan fyrir okkur þeir eru boltan er að Tindastóll vann uppkastið. Tóbin hefur ekki verið neinu sambandi í þessu leik.
Vörtjöndan hefur náða aðeins að kvölda úr honum, en hann losnar hann. Hannes nálægt í að stela boltanum þarna. Góð vörn hjá Pétri og þrengdi vel að Halldór Garðari. Það eru 11 sekúndur eftir af skotklukkunni þegar að Halldór Garðari að taka inn á hliðarlínunni. Tópinn og Halldór Garðari bara hendi boltanum eitthvað sem endar bara út af. Ólar Helgi náði honum ekki. Ákvað að prófa, Hannes gerði þetta áðan og ákvað eins. Með sama árangri. Hannes tekur upp dribbliðina óþarfi. Hester, já, fær villuna, hárrétt. Leiðin á vítalínunum fyrir 2 skotum. Villan á Maciej Badinski. Þetta er önnur villan hans líklegast. Nei, fyrsta villan hans. Það var Ólafur Helgi sem fekk villan áðan. Fyrra vitið hjá Hester er ekki onni og var aldrei á liðinu onni. Seinna vitið, það var heldur ekkert onni, allt og fast. Tópinn kemur upp með boltan. Hann fer fram hjá Friðrik. Langar mikið að skora. Fær villuna, það sækir villuna. Hann er mjög góður í þessu. Tóbin Carberry splittar vörnina hana, þannig að þeir þurfa bara að brjóta honum, annars er hann búinn að koma inn í opið layup. Fyrra viti hjá Tóbin Carberry. Það er honni skemmtilegu vítastíl hjá Tóbin Carberry og hann slætar þetta svona til hliðar eftir skot. Mísjaflega mikið, ég veit ekki alveg hvort hann sé að efast skotið sitt þegar hann slæði þetta mikið eða minna þegar hann er alveg öruggur. Hester veit ekkert hvað hann er að gera, hann snýst bara hringi. Pétur finnur Friðrik inn á Hester. Hester leggur hann onni. Ólafur Helgi var rétt búinn að engan hefði blokkað hann. Halldór Garðar, hann fer alla leið að missi bara boltan. Hester finnur Hannes, hann er allt of hraður. Náði ekki að bremsa sig fyrir körfuhringun og þá á það til að vera allt of. Magnús Breki fyrir setur á honni. Minkar þetta niður í 8 stig, 28-20. Nei, fyrirgefið, 28-23, 5 stig. Og Hester með erfiða sending á Friðrik hana. Sem hann var aldrei að fara að ná. Ólafur Helgi fær villu og Helga Frey. Ólafur Helgi á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Viðar Ágústsson að koma aftur inn fyrir Frikka. Nei, það er Hannes sem að fer inn á. Það er út af sig. Fyrra viti Ólafur Helga er honni. Seinna viti sömuleiðis. 28-25. Hún minkar þetta niður í 3 stiga mun. Það er Friðrik ekki nógu aggressífur á körfuna. Þetta Helgi dribblar í ógöngur hana. Lítið í gangi hana. Þeir fara inn á Hester en Tóbin Carberry lés þetta. Pétur, hann ætlar að leyfa honum bara að fara. Pétur, skynsaldur Pétur, hann hefur komið 2 villur. Hester. Nei, erfið sending á Pétri. Það var aldrei að komast á Hester. Svolítið, bara léleg sókn og tennast á þessa stundina og Maciej, hann steig út af þegar hann var að bjarga þessu bolta og dómari dæmir leið og hann snerti boltan. Hester kemur út af fyrir Helgaram. Pétur, Friðrik að koma upp með boltan núna.
Helgi Freyr inn á Helga Rafn. Helgi vissi ekki hver einn hann var en hann skiptir engu máli. Hann leggur hann bara lauflétt yfir Maciej Baginski hann. Ólafur Helgi feikar Helga Rafn upp í loftið og fær síðan backcut frá Magnúsi Breka. Bekkurinn og Þór vildi fá villu á Helga Rafn. Friðrik drippla sig í ógöngur. Ísrael Matfinn vill fá vörnina fyrst, síðan sóknina. Hann hefur nokkuð til síns máls. Nú, Maciej, Tópinn, Ólafur Helgi. Hann fer bara púlar upp í þrist, hann bara langt frá því. Þetta ekki hans leikur. Helgi finnur Viðar í horninu. Viðar Örn, Viðar Ágústsson, ég veit ekki af hverju ég segi alltaf Örn. Þið verður bara afsakað. Hann heitir bara Viðar Ágústsson. Maciej púlar upp í þrist, hann vil vera eins, eins, setur honi. Pétur með glöfralega sendingu á Helga en rétt náði að bjargaði. Helgi Rafn, hann bakkar, skrefar hann hárrétt á. Tóbin Karberg kemur út í sína lögbundnu hvíld. Ragnar Bragason. Kemur inn á. Þá kemur Maciej Baginski upp með boltan. Gefur hann á Halldór Garðar. Halldór Garðar stillir upp í horn. Svo að skrín á toppnum. Helgi og Pétur, þeir ná þessu. Helgi er að fara að tróða þessu, trottu þessu. Helgi! Hann hefði átt að tróða þessu fyrir stúkuna. Það var góð vörn þarna. Góð vörn, gefur góða sókn, það er bara þannig. Magnús Breki í horninu, setur það ekki honi. Bjöggi barðu þristinn og það er villa á, veit ekki hvern. Villa á 12 fyrir Hald, segir Kristinn Óskarsson, villa á Viðar. Sáðu hvað gerðist þarna. Kristinn Óskarsson, eldri en margir í þessari dómgæslu. Treystum honum fullkomlega til að dæma þennan leik. Það var líka góðu skapi fyrir leik. Magnús Breki, Maciej. Hann fer á Bjögga, vel gert hjá Maciej Baginski. Hann er alveg einstaklega fljótur á fyrsta skrifinu. Það er Pétur líka. Hann fær Halldór Garðar fær tæknivillu fyrir flopp. Reyna að fá ruðning. Reynda að fá ruðning. Kristinn Óskarsson hefur enga þolinmæði fyrir þessu. Ekki neina. Og Einar Árni ekki heldur og tekur hann bara út af. Og þá er Helgi Freyr Markinsson sem fer á vítalínuna. Hann er líklegast, alltaf sé ekki hæðsta vítaskylda svona prósentulega. Alltaf með að fyrir utan Chris Kert kannski. Kerti hefði jinxað þetta en gerði það ekki. Pétur. Hann finnur Helga. Helgi inn á Helga Rafn. Helgi Rafn, hann bara fer alla leið, leggur hann lauflétt. Spjaldið honi, spjaldið besti vinur mannsins. Góð vörn hjá Pétri hana, en enn betri sókn hjá Tóbin Karberg. Þetta er hátt og snjallt. Helgi Freyr. Og það er vill á Helga Freyr síðan til að halda væntanlega í Ólaf. Kristinn matar þannig að Ólafur Helgi hafi komið með stöðu að ná boltanum en Helgi Freyr ýtti honum frá. Það er bara bannað og þetta var
önnur villan á Helga Freyr. Það er sem engin villu vandræði þannig. Það eru 2 villur á Helga, 2 villur á Viðar og 2 villur á Frikka. Hjá Þór Þorláksssyni 3 villur komnar á Emil Karel og 2 villur á Ólaf Helga. Og Tobin Carberry og Viðar til varnar. Tobin, hann fer á Viðar, finnur Ólaf Helga langt fyrir utan. Hann setur hann beint honi. Hann var á fastur áðan, þá var bara að gera að taka 1 skref frá. Bjöggi inn á Helgarab. Helgi með flotta bounce pass hann í gegnum teginn á Björgvin. Og Tobin Carberry stígur út af en dómarinn sér það ekki. Ísrael Martins sá það og hoppaði. Hoppaði ansi hátt. Magic. Og það er bara frábær vörn hjá Bjögga. Frábær vörn. Hélt bara í boltan. Einar Árni hlær að þessu. Ólafur Helgi kemur út af. Emil Karel kemur inn á. Það er 40-39. Hörku leikur inn í síkinu eins og ég sagði. Þetta myndi vera einklóm skemmtun. Magic, Magnús. Magic kemur upp úr skríni hana, finnur síðan Tobin Carberry. Hann er alltaf að fara að skjóta. Hann vissi ekki hvernig klukkunni leið. Skotklukkan rennur út. Þannig að Helgirab, þeir leyfa bara Helga að skjóta þessu. Hester alla leið, nægir ekki að skrúa hann onni, óheppinn Hester. Gerði allt rétt nema bara að setja boltan onni í körfuna sem er ansi stór partur í þessu. Emil, hann dribblar bara í fótinn á sér og út af. Frábær vörn hjá Hester, stóð bara grafkyrr. Afsakið í smá tæknivesen hjá okkur, vonandi að það hafi ekki of mikil áhrif á áhorfið. Pétur fær skrín frá Hester og Hester er komið Tobin Carberry á sig. Hann vil það. Finna Bjögga, flottur Bjöggi. Beint inn í hjarta, Gil Jónsins, leggur hann honni. Tobin fær 2 skrín, finnur Magnús Freyka, hann hótaði skotinu. Tobin fer í mjög erfitt skot yfir Helgarab sem var þráðbeinn bloffi. Hester finnur Bjögga og Bjöggi, hann vil gera það aftur. Finnur Helgarab, sem leggur hann honni. Einfalt og gott. Sniðskotið. Voðalega detta Þórsarar eitthvað auðvitað niður sýnst mér. Helgirab með frákastið finnur Bjögga. Bjöggi, hann fer alla leið, setur í turbogírinn. Leggur honni einfalt. Hraðar upplöp. Vörn, góð vörn. Leiðir til góðra sóknar. Auðvitað. Og Einar Árni tekur leikleið, búinn að sjá nóg. Davíð Konungur Arnar, svo hann hefur verið kallaður, hefur ekkert komið inn á. Ég ætla hann sé þá bara í búning svona. Hann er mjög reifaður á hnénu sem hann meittist greinilega. Þetta er Einar Árni að spila á svona 6-7 mönnum í leiknum meðan Ísrael Martins spila 8. Það getur skipt sköpum þegar að líða leikinn. Kemur í ljós. 46-39. Hörkuleikur, hraður og skemmtilegur. 2:35 eftir að fyrri hálfleik. Það var að byrja. Tobin Carberry kemur upp með boltan sem fyrr
Viðar Ágústsson til varnar. Ragnar, Emil, góður skotmaður Emil. Bjöggi, nei Matsiksi, Ólar Helgi er skakkur. Bjöggi kemur boltan til Pétur einhvern megin. Viðar keyrir hratt upp. Pétur, Helgi er bakkar Ólar Helga og hann er bara blokkaður. Bjöggi nær boltanum. 3 sekúndur á Helga, hann fór ekki út úr teignum eftir að hafa verið blokkaður. Þannig að þetta er bara hárrétt, hann hefur þetta drífa sig út. Tópin, hann hefur engan áhuga að dribbla upp á móti Viðari. Kemur hann út á Matsik, Matsik í þrist. Pétur til, tekur frákastið. Rífur af Helga hana. Hester, og hann leggur honum í færvilla, Hauki. Auðvitað, end one. Þeir ráða ekkert við hann undir körfunni. Ef hann nær stöðu neðarlega, þá er bara, Þórsarar eru það bara ekki með þyngdina til að taka á móti honum. Hann er rosalega sterkur. Fyrir víti á Hester, hann leggur hún í. Núna dribbla Tópinu. Ragnar Örn Bragason, Emil Karel. Baginski reynir hérna backdoorið. Tópin, Emil, hann langar í skotið. Matsik. Já, hann er étinn á Hester og óþjóðdómestur villa, hárrétt. Hann er með löppina hann upp í loftið að algjörum óþarfa. Hester gerir bara eina rétt að rjúka á stað og fær óþjóðdómeslega villu sem er óumflýjanlegt í þessu. Óháð því hvort þetta hafi verið eitthvað viljaverk eða eitthvað, þetta er bara svipað eins og þegar það er lamið óvart í andlitið, það er óþjóðdómeslega villa. En Hester er á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Stuttur. Eitthvað voðalega slök vítanýtingin hjá Hester þessa dagana. Eins góð vítaskipti hann er. Og Tindastóll fær síðan boltan á miðlínu. Seinna víti á Hester, þá er hann á fastur. Þá hlýtur næsta víti sem hann tekur hlýtur að fara að rakleiði svona, hann er búinn að prófa bæði. Kemur Pétur, finnur Hester. Bjöggi. Þór er að skipta á öllum skrínum. Og Pétur dræfar inn í teig. 3 sekúndur á Hester. Antoni Hester frá 3 sekúndur. Og Viðar reynir hann að stela boltanum. Missir Tópin aðeins fram á sér en fljótur hann á hann upp. Tópin er vel reifaður á hægri hendinni. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað. Helgi hann að ræðst á Tópin Karpini og fær villuna eðlilega. Þetta er fyrsta villan á Helga. Hann vildi bara vera með. Það var eini liðsmaður Tindastóls sem átti eftir að fá villu. Hann er búinn að spila 1 leik villulaus og hann gerir það ekki aftur. Tópin Karpini hefur aðeins oxið ásmegin eftir að hafa daprar fyrstu mínútur. Það er þetta, já hann tekur þetta slæt, hann er ekki viss með skotið. Enda fór það ekki honi og slæt hann ægilega til hægri þetta. Pétur. Út á Bjögga, Bjöggi, einfalt hjá Bjögga. Þetta setti Matsik að skauta hana. Tópin. Tópin er að taka síðast skoti bara. Leggur af stað svona núna, 5 sekúndur eftir, cirka 6. Kemst sér í alls konar vandræði. Flott vörn hjá Tindastólsmönnum.
Það er bara frábær vörður til þessum mann. Þá lýkur fyrri hálfleik 51-40. Hátt stigaskor hjá Tindastól. 51 stig en hafa náð að halda Þór Þorlákshafnarbúum 40 stigum. Við fáum út kaffi og verðum hér að vörmu spori.
Já, góð kvöldi aftur, gott fólk. Við erum mætt aftur hérna, Síkki á Sauðárkróki. Staðan er 51-40 fyrir Tindastól. Og þetta hefur verið svona, já, barátta. Tindastóll hefur kannski bara verið að vinna baráttuna aðeins. Meira heldur en Þór Þorlákshöfn. Þetta er svona villufjöldi milli liða er svona sambærilegur. Það er 10 villur á Þorlákshöfn og þetta eru 6, 8, 10, 11 villur á Tindastól, þannig að þetta er sambærilegt í þeim efnum. Tindastól hafa kannski verið hans klóknari hvað varðar sóknaraðgerðir síðan, þó hafa komið ein og ein mjög ryðgu sókn. En Þorlákshöfn hefur kastað boltanum að þrisvar út af og labbað út af meðan hérna nokkur sinnum og þannig að það hefur svona, þó að það hefði alveg gerst, það hefur bara verið svona áberandi meira hjá Þórsurum. En Einar Árni er búinn að fara vel yfir þetta með sínum mönnum, ég hef engar áhyggjur öðru, sömuleiðis Ísrael Martin. Og Tindastóll byrjar með boltan, Pétur kemur upp með boltan sem fyrr. Viðar og Hestir ákveður að taka harpu í teignum. Veit ekki hvort það sé hvort það virki eitthvað. Sjáum til seinni leiknum. Hann dribblar, hann fer alltaf leið. Nei, boltan er bara aftur, sóknar frákast hjá Hester. Og Bjöggi verður að skjóta, setur það ekki honni, það er upp fyrir spjaldið en fer ekki neitt, þannig að það er allt í lagi. Pétur finnur Viðar í horninu, hann var svo nálægt til að stíga út af en boltinn fer, sko hann fer svona 2/3 honni, kom síðan aftur upp úr. Skil ekki alveg hvernig þessi ákvörðun var, en Viðar, hann bara býður Tóbi Karpir að fara á vinstri hendina, sko, hann bara Matsi ekki einhverju veseni, Tóbin, þetta er hangtime hjá honum. Hann hoppar upp og síðan bara býður hann lendir ekkert fyrir hann er búinn að gera það sem hann ætlar að gera. Helgi snýr sér við, finnur Pétur í horninu, þröngt, Hester út við, Hester fyrir þristin bara, setur hann honni, auðvitað, hann er fínn skotmaður í þessu, ég held að það sé meira svona að skipun þjálfarans hann ekki að skjóta þessu, hann er þegar hann skjóta hérna á æfingum og þá var allt honum. En að skjóta á æfingum í leikjum er ekki að sama, en þristur er það. Enn og aftur býður hann bara vinstri hendina. Emil Karel, já. 3 stygg. Hester komin upp aftur og leggur hann honni, einfalt og gott, nær mjög djúpri stöðu hann með því að spretta fram og Emil á ekki roði hann þegar hann er komið svona neðarlega, það er bara mjög einfalt. Karperi fær villu á Viðar, Viðar fær villu á sig. Þetta er 3. villan á Viðar. Ragnar Matsi kemur upp úr skríni, Emil fer aftur í þrist, setur hann ekki honni, allt og fastur núna, Helgi Rafn tekur frákastið. Pétur inn á Hester, það er tvöföldun, alltaf Bjöggi, Viðar fyrir Pétur í horninu, Helgi, gal uppi, setur hann ekki honni, en Hester, sterkur, Óbjörn grípur ekki boltan. Tóbi Karperi, nei, getur ekki alltaf farið honni í svona töfraskot hans. Heppinn Bjöggi að fá ekki mokstur hana. Viðar í horninu, það held ég. Viðar Ágústsson, hann hatar ekki hornið. Hann er á þremvillum, hann verður að passa aðeins. Hester. Og þetta fer af Pétri, hann hjálpaði minns að Kitta með þetta, hann benti sjálfur. Heiðarlegur maður Pétur. Magic er að fara á boltan,
Hester hann kemur flott heads. Pétur óöfnir stilling í boltanum og já. Hann stelur boltanum út af Magic bara grýtti boltanum og svappa. Ég var alveg til að henda boltanum og svappa líka. Hann var í skotfæri þarna. En Pétur vill fá skrín frá Hester. Og Bjöggi dribblaði hana í fótinn á Ragnari, eða Ragnar setti fótinn fyrir, skiptir ekki máli. 14 sekúndur skotklukkunni, boltinn á hliðarlínunni. Pétur, Viðar, inn á Hester. Frábær sending! Þetta er frábært spil hjá Tindastóls-mönnum. Ekkert dribb. Og það er svona maður og mann pressa. Kemur smá fát á sóknarleikinn hjá Þólasöfn. En Óli blokkar að Péturi, frábær! Pétur langaði þristina það upp á topp. Finnur Hester á Viðar fær villu á Tobin Carberry. Þetta er bara fyrsta villan Tobin. Já, fyrsta. Hann er ekkert mikið í að fá villur. Pétur aftur á Viðar. Pétur og Viðar í horninu. Það er upp í þrist. Það held ég! Viðar Ágústsson. Boltinn er að ganga gríðarlega vel hjá Tindastóls-mönnum þessa stundina og það er komið 19 stiga munu, 64-45 segir. Alltaf einhver tilbúin. Hester gleymir sér hann, en hann klúður á tróðstinu og má ekki hanga hana. Það er bannað. Þannig að það er bara innkast sem Tindastóls á. Stemningin er öll Tindastóls-megin núna þessa stundina. En gleymum því ekki að körfubolti leikur áhlaupa. Þórsarar eiga eftir að taka áhlaup. Pétur, Hester, hann fara aftur inn á Hester. Það er tvöföldun eins og alltaf. En Hester við einhver dribblæfingum hann. Bjöggi fyrir þrist. Ekki hún í. Viðar hann í bartunni. Ólafur Helgi hefur miklu betur. Aldrei að fara að ná þessu á Viðar. Ólafur Helgi. Emil Karel þrist. Emil. Góð þryggjastæðskytta Emil. Helgi, flottur. Ekki hún í. Viðar mættur í sníkjuna. Auðvitað. Vildi laga statni aðeins með sóknarfrákasti. Tobin Carberry orðinn pirraður út í Viðar. Pétur tekur svona stemningsþrist. Tobin Carberry eitthvað ósáttur með hann að villu hana. Ég veit ekki alveg hvað hann er að væla. Þetta var bara fín villu af Pétri. En Tobin Carberry ekki fyrsti leikmaðurinn sem verður eitthvað pirraður út í Viðar. En ég get fullvissað ykkur það að Viðar er viðkunnarlegasti drengur. Og ekkert sem að getur verið sem að ætti að pirra einstakling með að vera nálægt Viðari. Tobin sem fyrr Viðar til varnar. Hann sýnir honum vinstri hendurinn og það er Pétur mættur og hann var aðeins og sett Pétur hana. Tobin setur þetta onni, frábærlega vel gert. Og er á leiðinu á vítalínunum til að skota einu stigi. Kitty sýnir hann að glæsilegt hip check. Það er að segja Kitty Óskars, dómari. Ísarinn Martin var ekki sátt með þessu villu, vildi ekki fá þessu villu. En það er vítið, Tobin Carberry. Það er onni. Kemur sinni í 15 stig, 66-51. Það er sem fyrr. Faraðir væntanlega inn á Hester, auðvitað. Helgi upp á topp. Gott skrín hjá Helga. Pétur upp í tvist, setur hann. Óheppinn hann á Pétur. Halldór Garðar skrefar, hann driblaði. Ábúinn að taka svona 3 skref á hann driblaði. Þetta er hárrétt þó hann sé hissa. Dansaði hann í kringum Helga og tekur ekki bara 1 skref í kringum Helga. Það er skipting. Viðar kemur út af fyrir Frikka.
Helgi finnur Frikka í horninu, hann stígur á línuna, þannig að þetta er bara 2 en Hester óheppinn að mikil barða, Tobin kemur upp. Pétur heppinn á ekki vill á sig, hann er á 3 Pétur. Tobin, hann ætlar að skjóta Ólar Helgi aftur langt fyrir utan, hann er ekki honi. Setti þristi fyrir áleik, svona svipar lengt. Helgi er á erfiða sendingu á Hester hana. Aftur að þræða nálarauga, það er ekki alltaf hægt. Tobin Carberry, já þetta er bara erfitt skot. Þó hann sé að hitta þessu svona mjög oft en þá er þetta bara erfitt skot og prósentan á þessu skoti er ekkert rosalega há. Pétur inn á Hester, hann fer inn í manni, þetta er bara frábær tvöföldun hjá Þórsurum. Það er bara mættir, bara leið og hann fær boltan svona neðalega. Halldór Garðar, Tobin með Hester á sig, hann er alltaf að fara á hann, það er bara hárrétt hjá honum. Og hann bara er í einhverjum stór undarlegum dripplæfingum hann sem hann Bjöggi leggur á honni, en Pétur mættur fær villur og Halldór Garðar endvon Pétur Rúnar Birgisson. Tobin Carberry er að fara aftur út af, það er ekkert rosalega oft sem hann fer tvisvar út af og sést á fasinu hans og hann bara ekki sáttur. Einar Árni ekki heldur. Það var tvöföld skipting hjá Þorlákshöfn. Magnús Breki og Maciej Baginski kom inn á fyrir Tobin Carberry og Ragnar Örn. Hester kemur út af fyrir Helga Rafn, fær hérna smá bríðar. Hester er búinn að vera fínn í þessu leik, komið 12 stig. Stigaskórar dreifast nokkuð í nátt hjá Tindastólunum. Förum betur yfir það eftir. Friðrik hann heppinn að fá ekki vill á sig að reyna að stela bolta sem hann var aldrei að fara að ná. Emil Karel í þrist, skakkur. Pétur með frákast. Pétur kemur rætt upp. Hann er að fara að finna Helga í horninu, finnur hann ekki. Fer alla leið, óheppinn Pétur hann. Vildi á villu. Nú er Maciej hann í einhverjum erfiðum æfingum. Hann náði að redda sér, Halldór Garðar langan þrist, setur hann ekki honi. Helgi Rafn lentur áður hann nær að setja boltan í Magnús Breka. Bara til fyrirmyndar hana. Eins og ég sagði hann í byrjun seinni hálfleiks að þá hefur Þór Þórðarson svona verið aðeins undir í baráttunni í leiknum. Maciej, Halldór fer fram með Helga, finnur Maciej í flottan þrist, rétt skakkur en Magnús Breki fekk vill á sig fyrir að bakrending í sóknarfrákastunum. Vissi upp á sig sökina þar sem hann hendi boltan strax frá sér og skottaðist í vörn. Einar Árni eitthvað ægilega ósáttur með Halldór Geir dómara. Kvartar mikið í honum. Pétur kemur boltan. Helgi Freyr, Bjögga. Bjöggi fer í miðuna. Já, hangtime Bjöggi. Leggur hann í spjaldið. Emil, Ólafur Helgi. Maciej. Helgi Freyr. Ólafur Helgi hendur hann bara upp í loftið. Nei, já, Bjöggi nær að slá hann. Allavega kynnti ósku að segja það, ég sá það ekki en hérna... Nei, hlæði eitthvað ægilega þessu. Skipting, Pétur kemur út af. Fær smá. Fær hérna eina tæpa 2 mínútur af leiktíma. Frí sem er svona 5 mínútur vundi. Maciej inn. Emil er að fara að fá boltan. Halldór Garðar. Heppnir að koma inn á 5 sekúnda. Helgi Rafn er að fá svona
óþarfa vill á sig. Það var lítið eftir á klukkunni og voru aldrei að fara að ná góðu skoti. En hefði bara slætað með. En það er engin bónus, en klukkan fyrir 14 sekundur. Það er að segja þegar að villa er í sókninni að þá fer klukkan í 14 sekundur. Fer ekki í 24 eins og var hérna áður fyrr. Halldór Garðar, Magnús Breki kemur upp úr skrínið hann, fær í boltan. Emil fer á Helga, Helgi Rapp, fína vörn, Magnús Breki með langan þrist. Það er barátta hann undir, Helgi slær boltan síðast. Ég held að þetta hafi hárréttur dómur. Tóbin nær hann að bekk, svona bekklaumi. Það er leiðilegast sem að þjálfari sjá í innkastskerfi. Friðrik fær ruðning á sig. Ungur leikmaður að fá ruðning á sig. Emil Karel Glókur hana. Halldór Garðar kemur snöggt upp. Finnur Magnús Breka. Dómarinn er ekki alveg vissir hver á þennan bolta, sýnist mér. Nei, það er Þórs bolti. Magnús, finnur Emil. Bjöggi, Matsik. Alls konar vandræðum. Magnús feikar Helga langt í burtu. Negli í sína þristinum honni. 71-56. 15 staða munur. Minn en mínútu eftir af þriðja leikluta. Leikfléttan. Bjöggi hana. Friðrik finnur Helga. Helgi nær ekki taka á móti boltanum. Hann kannski komin upp í skoti þegar hann var að fá boltan. Tóbin, Hannes til varnar. Kemst fram hjá Hannesi. Síðan er einhver alls konar driffvandræðum. Aftur Magnús Breki sama stað. Setur hann ekki hún í, en Halldór Garðar er klár hann, en Matsik Baginski er ekki klár og missir hann út af. Eins og, segir Ísrael Martin. Bjöggi líklega leggur á stað svona þeir eru 7-8 sekundur eftir af þriðja leikluta. Kemur Hester með skrín. Bjöggi fer alla leið, finnur Hester. Þetta er bara alveg erfið. Halldór Garðar fer alla leið, setur hann onni. Hérna er Ísrael Martin æfur að reiði. Stendur hann að steinrunin eftir þessa sókn hjá Tindastólsmönnum, en Þorlákshafnar búið að fara kampakátur inn í leikhlutahléið með 13 stiga mun, eða tapa með 13 stigum, skal það rétt vera. En ég var að tala um áðan að stigaskori væri jafnt hjá liðunum og eins og Tindastól þá er Pétur stigastur með 17 stig, Bjöggi er með 15, Viðar 14, Helgi og Hester 12. Mikil drefni aftur á móti að þá er það kannski smá áhyggjuefni eða ekki með að byrjunarliðið er að spila svona vel að það er einungis komið 1 stig af bekknum hjá Tindastól. Hjá Þórsurum er það Tóbin Carberry 18 stig, þeirra aðalskorari, leikstjórnandi og aðalmaður. Síðan næstur eftir honum er Matsik Baginski með 11 stig. Ólafur Helgi 9, Magnús Breki 8. Aðri minna.
Það engin villuvandræði þegar komið svo langt inn í leikinn. Viðar með þrjár villur, Frikki með 3 villur, Pétur með 3 villur og hjá Þórsurum eru Emil Karel og Ólar Helgi með 3 villur og þeir hafa verið með 3 villur ansi lengi. Jæja, þá er þetta alltaf hefðist hjá okkur. 4. og síðasti leikhlutinn, 10 mínútur, 71-58 fyrir Tindastól. Tobin Carberry fyrir Þórsara. Hann nær að fóða fram hjá Viðari þarna. Frábær sending frá Emil. Leggur það auðveldlega onni. Teigurinn var hann alveg galopinn hjá Tindastólmönnum. Helgi Þórsara ætla ekki leiða honum taka aftur frist af sömu, hann gerir það bara samt, setur það ekki honni, þessi var aldrei á leiðin honni svo sem. Nú er villa á líklega Friðrik fyrir hald á Emil Karel. Frikki kemur út af. Pétur inn á, leikstjórnum Tindastóls. Það er svona, já, pressa í innkastinu og síðan bara svona fylgja mannum upp. Kemur skrín frá Emil Karel. Hann fær síðan, hann langaði þristin hann. Halldór, Emil, hann dræfur á vinstra höndina. Fær ruðning, hárrétt, Helgi Freyr búinn að standa hann í einhverja 10 sekúndur, vits vera. Hann var þarna grafkyrr. Pétur, Bjöggi inn á Hester sem fyrr. Finna Viðar og Helga Freyr inn á Hester. Það er Helgi, Viðar í horninu, Bjöggi, Pétur, þristur, ekki honni. Hester í baráttunni, óheppinn að ná ekki boltanum. Matsík enda með hann, kemur og Tobin sem kemur með boltan upp. Hægir á sig Tobin Carberry. Rennur á sama stað og Hester, Matsík, fer ekki honni á Matsík. Pétur, Viðar, Hester, Helgi Freyr, galopin þrist, það held ég, Helgi Freyr Margeirsson. Þegar þú gefur hún svona mikinn tíma þá er þetta 95% skot. Halldór, Tobin, langaði hana, fara á stað, fer á hægri hendina. Finnur engan nema Helga Freyr. Hann var búinn að lesa þetta, Magnús Breki var að koma hann í kött á baseline, inn á Hester og Viðar, Viðar og Bjögga og Bjöggi. Já, Bjöggi fer bara alltaf leið, leggur hátt á spjaldinu onni. Einar Árni hefur séð nóg og tekur leikli. 16 stig. Er þetta komið aftur upp í þegar að Þórsarar voru að koma þessi niður í 11. Þetta er svo skemmtileg. Stórskemmtilegu leikur sem við vorum að horfa á hérna. Það er svona temmilega vel mætt í Siki í kvöld. Margsinni séð fleiri hefur mætta. Ég hvet bara alla sem eru að horfa heima á Sauðárkrók að drífa sig á leikinn ef að einhver séns er á því. Kannski ekki drífa sig núna, kannski óþarf að vera keyra í húsi núna. En alla heimaleiki. Það er bara stuð að vera hérna í stútfullu húsi með miklum látum. En
dómar að flauta leiklið af. Þjálfararnir báðir vilja endilega vera aðeins lengur á þessu. Maciek, Halldór Garðar kemur með boltan. Maciek vilja fá dópinn inn í þetta. Óli burtu með þetta, Hesti var búinn að mæla þetta út löngu þó að Halldór Garðar reyndi að setja þetta hátt, það skipti engu máli. Hesti blokkaði með olnbogann. Helgi pirra Magnús Breka. Flott hesitation hann hjá Halldór Garðar, einhver ægilegu floppi hann. Viðar, skref ekki Viðar. Já, Hester nær frákastunum sjálfur, fer aftur upp, fær villuna sýndist mér. Viðar, Hester. Dæma óíþróttamannslega villu síðan á Pétur. En Antonio Hester situr ennþá niður í teignum, ósáttur við að fá ekki villu. Eggert Þór Aðalsteinsson, hann laði bara burtu hann. Þessi skítræddur við Hester. En Tóbjörn Karper á leiðinu á vítalínum til að taka 2 skot þar sem að Kitty Óskars dæmdi óíþróttamannslega villu á Pétur fyrir að stoppa sóknina. Ég heyrðist að segja hérna áðan að hann hefði ekki að reyna upp boltan eitthvað svoleiðis, en skiptir ekki máli. Nú þetta með utan á. Hester Tóbjörn Karper sett fyrsta skotið honni, seinna skotið sömuleiðis. Síðan eiga Þórsarar boltan á miðlínu. 76-64, 7 mínútur eftir af 4. leikhluta. Tóbjörn Karper voðalega frjálslegur með hendur hann á Viðar finnst mér. En dómar að leyfa þetta, það er hark í þessu, við viljum hafa hörku. Láta leikmennina spila eins og ég segja. Ekkert í gangi á sókninni á Þórsurum. Magnús Breki fær sér allt í einu galopin þrist en nýtir sér það ekki, en Maciek Beginski sekur bakhrindingu á Bjögga hana. Fær á sig villu. Tindastóll kemur með boltan. Bjöggi inn á Hester, nei, finnur Viðar. Og Viðar galopin í horninu, en hann langur, Hester með frákastið. En hann snýr inn í Magnús Breka og missir boltan. Gaf honum bara boltan og Tóbjörn Karper komin upp, finnur Magnús Breka í horninu. Hann dræfa baseline, fer, vel gert hjá Magnús Breka. Fer hann að back, eða svona lengri leiðin að þessu, notar hringinn sem vörn. Pétur, Bjöggi. Bjöggi fær 2 skrín, finnur Pétur. Viðar opinn hana vinstra megin. Pétur fer átta leið, einfalt, leggur honni. Sneggri á skrefinu heldur en Halldór Garðar. Halldór Garðar fær enga hjálp í félagunum og þá bara fær Pétur opið leið. Og Maciek, Halldór Garðar í langan þrist. Setur honni, frábærlega gert. Þetta er svona eitt af þessum skotum sem hefði verið galið, hefði hann ekki hitt. En það sem hann hittir og þá er þetta alveg snillt. 78-69, 9 stiga munur. Þórsar er búinn að skora 9 stiga á móti 2 í síðustu sóknum, frá leiklið einu svona. Tóbjörn fer alltaf leið. Hester hleypur hún enga veginn að körfunni. Og bara, ég segi bara bless.
Tobin Carberry skilur ekkert í þessu, hann horfir bara inn í gólfið og fer inn í sig. Magnús, Halldór Garðar, já Magnús var vill á Helga, hárrétt. Ólafur Helgi eitthvað að kvinka sér hérna lærinu virðist vera. Vonum að það sé ekkert. Við viljum að allir sterkustu leikmenn séu inn á hverju sinni. Tobin finnur Halldór, hann langaði að þrista hann aftur. Og Hester alltaf að koma fljúgandi hana, náði ekki boltanum. 78-71, 7 stiga munur. Viðar. Heppinn Viðar hana, erfiða sending á Pétur redda á honum. Helgi Freyr í erfiðan þrist, setur honi Helgi Freyr Margeirsson. Horfði á dómarann, horfði á Keitón, hann vildi og vill að auki. Færið það ekki. Kemur þess aftur upp í 10 stig. Ólafur Helgi hana, einhver dribblæfingur mútið Hester. Maciek, flott hreyfingur Maciek, bara ekki, eins og ég sagði í fyrra áleik, það er ágætis partur á þessu að setja boltan honi í körfuna. Viðar, þá tekið Globetrotters fléttan. Helgi Freyr endar í galopnum þrist, það er ekki honi. Einar Árni öskraði vel á sína menn. Magnús Breki mjög svo ótímabært þriggjastaðaskot. Enginn leikmaður Þórsara komin í frákastið. Þó að Maciek hafi verið komin, hann var með 2 tindastómsmenn í kringu sig og mista hann út af. Bjöggi, Helgi Freyr, Pétur, nú er þetta voðalega stöðsókn. Halldór Garðar alltaf einhverju voðalega flott. Bjöggi fer í þristinn, hann var allt og fastur. Magnús Breki aftur í horninu, núna setur hann honi og Ísrael Martin beint í leikli. 7 stiga munur, 81-74. Þórsara hafa verið miklu betri síðan Einar Árni tók leikli hérna fyrir 2-3 mínútum. Þetta er hörkuleikjum sem við erum að sjá hérna í lokin. 3 mínútur eftir slétt og svona momentumið er með Þorlákshöfn svona eins og staðin er núna. Pétur kemur upp með boltan. Helgi Rafn er komin inn á fyrir Hester, gefa honum smá bríðar svona rættilega fyrir síðustu mínútuna. Hefur ekki verið að klára vel í kringum körfuna Hester. Helgi Rafn, Pétur með Óla Helga á sér. Ólafur, Viðar, Finnur Bjögga. Kristinn Óskarsson var svona 2 mínútur að dæma þessa villu hana, en dæmdi hana síðan. Og þetta er 4. villan á Viðar. Tók sér góðan umhugsunarfrest. Dæmdi síðan. Maciek kemur með boltan. Bjöggi til varnar. Tobin finnur Maciek í horninu. Maciek Baginski er stuttur. Pétur kemur með boltan. Og spyður aftur. Það er væntanlega sama leikkerfi gerir ráð fyrir. Það er leiklétta hérna. Bjöggi. Hann ætlar alla leið. Gerir það.
Það haldið þetta væri villa en það var engin villa dæmt. Tobin Carberry lúmskur hann að halda Bjögga niðri, hann gat ekki sett á. Ólaður Helgi stuttur, nei hann langur fyrirgefið. Fór hann ekki onni, skiptir ekki öllu máli hvort það sé langur eða stuttur. Nú, Pétur biður skrín frá Helga Rafn, tekur síðan upp dripplið, þannig að Bjöggi, aftur kemur Helgi, það eru 7-8. Bjöggi verður að koma þessu inn, það ekkert í gangi. Frábær vörn hjá Þór. Halldór Garðar, hann kúlar upp í þrist, hann skakkur og Pétur lætur hann bara fara. 1:30 eftir af leiknum, 81-74 staðan. Bjöggi kemur út af fyrir Antonio Hester. Smá ágreiningum milli Bjögga og Ísanar Martin. Ekkert sem að skiptir máli. Helgi Freyr kemur upp. Pétur inn á Hester. Það tvöfaldað. Helgi lauma sér hana. Frábærlega vel gert hjá Helga Rafn. Vel séð hjá Antonio Hester. Þeir hafa spilað mjög vel saman hér í kvöld. Og Einar Árni tekur strax leikhlé til að stilla strengi hjá sínum mönnum. 83-74, 9 stiga forysta Tindastólsmanna. Hvorugt liðið komið í bónus. Það Tindastólsmönnum vantar eina villu. Þeir geta brotið einu sinni á sér og ég minnir að það sé sama hjá Þorlákshöfn. En ef við förum svona yfir aðra leiki. Nú, Stjarnan 2 stigum yfir á móti Skallagrim þar sem eru 6 mínútur eftir af leiknum. Snæfell að tapa með 5 þar sem eru fjórðuleikur nýbyrjar. Keflavík að vinna Hauka og það eru rétt 20 sekúndur eftir þar. Og ÍR vann, bustaði Þórsara frá Akureyri með 22 stigum, 178 í Seljaskóla. Nú, það sem eru minni 2 mínútur eftir þá fá Þórsarar að byrja á sínum eigin vallarhelming. Nei, byrja á Tindastóls vallarhelming. Helgi uppin að stela ekki boltanum hann Helgi. Ólaður Helgi, villa, frábær villa Helga Freyr. Það ekki komið bónus, þannig að það ekkert. Jó, fyrirgefið, það komið bónus. Þetta var bónusvillan. Ólaður Helgi setur ekki fyrravíti ofan í. Mikinn fögn og áhorfenda. 1 mínúta og 6 sekúndur eftir þessi leik, 83-74. Ólaður Helgi seinna víti ekki heldur ofan í og Antonio Hester nær frákastinu. Kemur honum á Viðar. Helgi Freyr kemur okkur inn í miðjuna, finnur Viðar aftur. Beint á Pétur. Helgi Freyr. Og Helgi mjög erfiða sendingu og það óðurðamasti villa hlýtur að vera. Fer í andlit á honum. Nei, Eggert segir að þetta sé ekki ásendingur. Viðar, Helgi Freyr, Pétur, Helgi Freyr í langan þrist. Hann á að skjóta þessu bara, en Pétur skýtur þessu. Og Pétur, næstu búinn að ná sóknarfrákastinu. Það skrefar Magnús Breki. Tók hann það skrefið undan pressu frá Pétri. Gat hann ekki driplað. Hann Pétur bara, hann að vinna hann leik hérna. 34 sekúndur eftir og 9 stiga munur. Þetta áður og ógerlegt. Taka lyftudyrnar. Pétur finnur Helga Rafn.
Helgi Rafn finnur Helga Freyr. Helgi Freyr finnur Viðar. Pétur, þeir eru bara að leika sér. Helgi Freyr, nei Viðar segi, finnur Pétur. Æ, þetta var alltaf mikið af sendingum. Og Tóbin, hann leggur þetta onni 12 sekundur eftir, 83-76, skiptir ekki máli. Tindastóll með innbyrðisvirðinguna ef það er. En Tindastóll fer með sigur af Hólmi. 83-76 eru lokatölur þegar klukkan gellur. Tindastóll var bara einfaldlega betri í þessum leik og Þórsarar gerðu vel eins og ég sagði. Þetta er leikur álaupa, þeir gera vel með að koma tilbaka. Kom með gott álaup, ná að minnka þetta niður í, mér minnir mest 5 stig frekar en 7. Lengra komast þeir ekki og Tindastóll sigldi þessu í hús. Ég heiti Guðlaugur Skúlason og fyrir hönd Tindastóll TV þakka ég fyrir áhorfið og endilega fylgja okkur aðeins lengur í stemningsmyndunum hérna.